Þetta er bara ein rosalegasta endurkoma sem maður hefur séð. Þetta var rosalegt. Í lengi. Hvað gekk á eiginlega í fyrri hálfleik? Við varum bara ekki mætt til leiks. Það var bara svo einfalt. Hvorki varnarlega niður sóknarlega. Sóknarlega ekkert á marki. Svo voru að bara tapa manninum. Það var hryllilegt. En já, þið farið undir og eruð undir í fyrri hálfleiknum. 6-7 mörk á tímabili. Var trúin alltaf til staðar? Já, sem aldrei. Fyrsti leikur, pressan er sett á Stjörnuna, það er að vinna deildarmeistarana, við ætlum að koma að sýna hvað við getum og við gerum það. Hvað var rætt í hálfleik? Bara 0-0, við ætlum að halda áfram, ekkert spáið, þú veist, 5 mörk er ekkert neitt í handbolta, þannig að þú veist, við ætlum bara að fá okkar og að sýna hvað við getum. Hvað svona útlitið virtist alltaf bara halda svona í byrjun seinni hálfleik, þeir ennþá svona þessum 4-5 mörkum undir, svo kemur þessi kapli þegar þið snúið bara leikni við. Hvað breytist hjá ykkur? Ég veit ekki, hvort að trúin verður meiri og bara baráttan kemur með þegar að byrja að ganga betur. Þetta er ekki bara það. Þér náttúrulega eruð án margbúið að koma fram í öllum fjölmiðlum, án Ramúne, Karin farinn. Manni fannst það svona, það var eitthvað háliðinu fyrst eða? Var eitthvað skrekkur eða? Nei, þetta var svo sem alveg svona viðbúið náttúrulega í byrjun sumars, það var náttúrulega vissum að Karin var að fara og hún var að stafna því og svona. En ég meina, liðið er náttúrulega ekki bara þær, þannig að þú veist, við erum flott lið og flotta manneskjur í öllum stöðum, þannig að við erum að sýna bara hvað við getum. Takk fyrir þetta. Takk.